Gott kvöld og verið velkomin í Ísland í dag. Risvandamál sem fylgikvilli sjúkdómsins reynist mörgum erfitt. Þetta snýst jú karlmennskuna. Þetta segir Jóhannes Valgeir Reynisson sem greindist með krabbamein í blöðruhálskirtli og tók í framhaldinu ferlið upp frá A til Ö. Sindri hitti Jóhannes sem vill hjálpa öðrum körlum sem eiga í sama vanda. Á hverju ári greinast 220 karlmenn með krabbamein í blöðruhálskirtli á Íslandi. Í hverri viku deyr einn íslenskur karlmaður vegna meinsins, en krabbamein í blöðruhálskirtli krabbameinið krabbamein í karlmennum á Vesturlöndum. Blái naglinn átak til vitundarvakningar blöðruhálskrabbamein og hefst í dag. Vekja á karlmenn til umhugsunar meinið og forvarnir gegn því. Hluti átaksins heimildamynd Jóhannes Valgeir Reynisson sem greindist með meinið í febrúar árið 2011 og hvernig hann vann úr því ásamt fjölskyldu sinni. Það var þannig að ég hef nú verið lengi að pissa og ég hef sennilega verið í afneitun með að pissa í mörg ár og svo ekki fyrir að komast inn í vandamál að þá drullast maður til læknis og í framhaldi af því þá ég sendur í blóðpröfu og ég sendur til það farskurlæknis og þá má ég segja að það sé eiginlega upp að það sé ég fór svo í. Já, svo fæ ég símhringingu frá farskurlækninum og segir mér að ég skyldi nú koma mér upp í Dómus og fara í myndatöku. Og þá sagði ég einhvern veginn sjálf með að þetta geti orðið forvitnilegt og tek kamerunum með mér. Já, það var þann 17. febrúar árið 2011 sem Jóhannes greindist með krabbamein í blöðruhálskirtli. En Jóhannes sem 58 ára gamall ákvað að takast á við það á sinn eigin hátt með því að mynda ferlið frá A til Ö. Og síðan hef ég myndað mig bara í 365 daga frá því. Bæði kvölds og morgna og tíma og tíma. Jóhannes ákvað að mynda öll samtöl við lækna til að geta fræðst betur sjúkdóminn. Fljótlega vatt myndatakan upp á sig og Jóhannes fór að halda dagbók þar sem hann talaði beint í myndavélina. Gerði lifandi dagbók þar sem hann talar tilfinningar sínar og hvað hann væri að upplifa í baráttu sinni við krabbameinið. Ég bara mikla tröst á bæði sjálfum mér og þessu fagfólki sem kemur að þessu verkefni í fyrramáli. Hann talaði við myndavélina áður en hann fór á skurðborðið þar sem meinið var fjarlægt og talaði við myndavélina strax og hann vaknaði eftir aðgerðina. Þessi myndbrot veita einstaka sýnin í líf mann sem berst við krabbamein, hugsanir hans, ákvarðanir og hvernig hann velur að berjast við meinið. Jóhannes fékk til liðs við sig Inga R. Ingason fyrrum framleiðanda fréttaskýringaþáttarins Kompás sem sýndur var hér á Stöð 2 og Jóhannes K. R. Kristjánsson, núverandi fréttamann Kastljós, til að vinna heimildamyndina. Það var aldrei kvíði hjá mér. Þannig að ég fór held ég bara í, ég átti vídeokamerunum sem vinn minn sem ég gat talað við. Ég fór aldrei í þetta kvíðagír eins og fyrir utan það að ég vídeomyndaði mig, þá var ég með rosalega Excel-skjöl. Og Excel-skjölinu þannig að ég tók súrefnismettuna, ég tók þyngdina, ég mega borða og ég hendi út kjöt og fisk og ég hendi út víni og gerði þetta allt í sömu vikunni. Já, Jóhannes tók mataræðið í gegn sem hann segir hafa hjálpað mikið til og hvetur aðra karla til að gera slíkt hið sama. Enda slæmt mataræði það sem að ganga af okkur dauðum í dag að hans mati. Þú verður að hugsa þig bara alveg eins og húsið þitt og bílinn. Ef þú hugsar ekki húsið eða bílinn, þá drabbast það niður. Alveg eins og ef þú hugsar ekki sjálf það, þá myndir bara drabbast niður. Þetta einfalt. Málið að það ekki nóg að vikta, þú þarf bara að vera meðvitaður hvað þú ert að borða. Ef þú ert mikið í ruslmat, þá endar þú sannlega bara í rusli, sko. Svoleiðis að þú ert líka áttaði hvað þú ert að éta. Þessi mjög góður, sterkur, mikið selleri. Mjög góður. Aðeins svo. En eins og segið, það var engin kvíði í þér eða hræðsla. Það á nú ekki við alla og þetta mikið feimnismál, þetta mál. Hvers vegna heldur það sé? Það auðvitað að því að nú er að tala karlmennskuna og það er að tala steiningamálin og það þetta sem menn þú ekki að tala Það málið, það heila málið. Já, feimnismál það en Jóhannes leggur svo sannarlega sitt að mörkum til að breyta því. Myndin var sýnd í Hörpu mánudaginn 19. mars þar sem framkomu 220 félagar úr nokkrum karlakórum auk symfóníuhljómsveitar undir stjórn Garðars Cortes.
fresti við vorum beðnir að taka þátt í þessu verkefni blái naglinn með því að syngja í Hörpu ásamt öðrum skólum og við kveiktum eiginlega strax á verkefninu, kannski í og með líka því að við eitt okkar félagsveitsfélagi að berjast við krabbamein þó að sé ekki þetta, var að berjast við krabbamein þó að sé ekki þetta og það vildi þannig meira segja til að klukkan 7 þegar við vorum að æfa síðustu lagið fyrir Hörputónleikana það lést Eyjólfur Sigurðsson verandi formaður Þrasta úr Fíflaði og svoleiðis að tónleikarnir og allt því sem það hafði mikil áhrif á okkur. Síðan settum við okkur í samband við Valla og buðum fram aðstoð okkar til þess að hjálpa við að koma þessu verkefni áfram og það var bara svo sjálfsagt að taka þátt í öllu því sem á við stefnum á meira að taka þátt í verkefninu og styðja áfram. Sko eftir að myndin var sýnd og ég hitt fólk sem var í Hörpunni að það margir komið og talaði við mig og þetta að breytast. Ég bara finn það að bæði e-mailum og Facebook að það engin spurning að umræðan að breytast. Það engin spurning. Jóhannes segir flesta karlmenn sem láta tékka sig gera það vegna þrýstings frá eiginkonum. Þeir eigi sjaldnast hugmyndina sjálfir. Fæstir þekkjaferlið eftir að karlmaður hefur verið greindur með blöðruhálskrabba. Læknar vildu skera Jóhannes strax en hann brást á svona við. Ég ekki tilbúin í það og ég þarf að fara í þessi karlmennskuna. Ég þarf að tækla hana af því að ég var ekki til í að bara leggjast upp á borðið og láta skera. Ég þurfti að tækla sjálf mig og vinna í þessu málum. Það var eiginlega, ég gaf mig tími í það. Ég þurfti líka að lesa mig til hvort að þetta væri sem skurðaðgerðin sem ég hentaði eða hvort ég hef eitthvað annað valkost. Það eru 2 valkosti fyrir mig. Það var annars vegar geislun og hins vegar skurður. Og ég þurfti bara að fara í þessa vinnu og gaf mig þann tíma. Já, og kannski ekki að ástæðu lausu því afleiðingarnar eru. Það nú örugglega ekki skemmtilega, sko. Það bara að eftir að svona aðgerð þá sem sagt litli maðurinn hann bara dauður í bili og svoleiðis að það bara að vera að vinna í honum að fá hann aftur upp og það tekur sinn tíma. Þetta ekki flókið. Þetta bara staðreynd. Getur gefið fólki einhver tíma? Nei, ég vil ekki að þetta gera það. Nú liðin mánuðið frá skurðaðgerðinni og nú að fara að koma karlmennskunni aftur í gangi. Það sem ég heyrt að tækja upp í ár og það er til, þú veist, það er til að sko eftir svona aðgerð þá maður settur á stinningalyfjakúr og átt að éta það mest eins og Smarties en svo ef það virkar ekki þá er til sprautudæmi svoleiðis að ég þekki það ekki að svoleiðis að það bara annars ég bara vinn í öðrum málum svoleiðis að það er ýmislegt sem í gangi en sem ég þarf líka að skoða. Já, allt þættir sem þarf að skoða og ekki bara hann, heldur snýst sjúkdómurinn fleiri. Þó þetta sé persónulega halvleikur minn að þá er þetta líka halvleikur hjóna og einstaklingur sá sem lendir í þessu, þetta ekki bara hans prívatmál, heldur þetta hjónamál. Svoleiðis að hjónin þurfa líka að ræða þetta. Hvað á að gera og ég veit að fullt af karlmennum sem ég veit sem hafa ekki ég veit menn sem hafa greinst og þeir hafa ekki sagt börnunum sínum þetta. Þeir hafa farið í aðgerð en þeir hafa ekki lagt í að segja börnunum sínum þetta. Og þetta málið að þetta rosalega feimnismál. Já, við skulum vona eftir þennan þátt í kvöld að það breytist eitthvað. Fyrsta nóttin sem ég eiginlega sef ekki eftir aðgerðina og fór að huglega það að ef það hefði ekki komist veg fyrir að krabbinn var ekki alltaf farin úr líkamanum og
og ég var eiginlega bara að andvaka í nótt út af þessum pælingu. Og átak hafið og það fór alveg á fullt í dag. Segðu okkur frá Bláa naglanum. Já, Bláa naglinn þannig að það sem við erum að safna fyrir geislalækningatæki fyrir Landspítalann og þetta tæki kostar 400 litlar milljónir sem tildalega lítill peningur ef maður hugsar að sko, ef við tveir erum að deila þessu á milli okkar þá þetta bara 200 milljónir. Svo þetta strax fara að lækka svoleiðis og ef þjóðin fer í þetta þá þetta rétt rúmur sígarettupakki fyrir þá sem reykja en þá þetta 1212 og ef við tökum þetta degið hverjum sko þá þetta 320 eitthvað svoleiðis að hvað það? Ég held að máli að fólk þurfa líka átt að sjá því að tækjakostur upp á Landspítalanum að þetta orðið gamalt drasl og fólk þarf átt að sjá því að það er komin tíma á endurnýjun og það er ekki bara þetta eina tæki, það eru fleiri stór tæki sem þarf að fara að safna fyrir og við vitum það að ríkiskassin hálftómur eða tómur og þjóðin þarf að koma að þessu. Það er alveg á hreinu. Það er ekki bara þetta eina, það eru fleiri tæki. Jóhannes sem við Hestahilsu í dag hvetur alla karlmenn sem komnir eru vel yfir fertugt að láta tékka sig árlega en 19. apríl hefst sala á Bláa naglanum. Ágóðun af sölunni rennur til tækjakaupa fyrir Landspítala Háskólasjúkrahús. Tekið á móti frjálsum framlegum í Íslandsbanka sem fjárgæsluaðili átaksins. Já, við hvetjum að sjálfsögðu alla til að leggja góðu málefni lið en heimasíðan á slóðinni blauinaglinn.is.